Hallo, hallo. Góðan daginn og hjartalega velkomin í dag. Feliz Sabbado. Happy Sabbath, everybody, welcome. Við skulum byrja á því að syngja salmi nr. 226, alfrjáls 226. 26? Ok, alveg sama, ok.
Já, það er alltaf gaman að syngja og svo gott fyrir lungun að syngja. En við skulum halda áfram og nú skulum við syngja númer 65. Helgur, helgur, helgur. Ritningaversið sem ræðumaðurinn hefur valið er í Markúsarguðspjalli 13. kafla og vers 13, 26-27. Við skulum rísa úr sætum. Og ég les síðari hluta 13. vers og síðan hinn 2. En sá sem staðfastur allt til enda mun hólpinn verða. Og svo 26 og 27. Þá mun enn sjá mannssonin koma í skýjum með miklum mætti og dýrð og hann mun senda út englana og safna sínum útvöldu úr 8 frá skautunum jarðar til himins. Og þeir sem treysta sér til mega krjúpa til bænar. Kæri Faðir á himnum, já, elsku Faðir minn, ég bið að vera með okkur hér í dag, vera með þeim sem eru heima, þeim sem eru veikir eða í sumarfríi. Vilt þú blessa þá, varðveita og leiða? Já, vilt þú vera með okkur öllum hér, ræðumanninum, fylla hann heilugum anda, vera með okkur öllum, hvert og eitt fyrir okkur. Við þörfnumst þín, alla bænir í huga og hjarta okkar á bænabókinni, blessaðu okkur kirkjuna og líka þegar Lúi Torris kemur, að við megum ná til fólksins. Við biðjum og þökkum í Jesú nafni. Amen. Við skulum halda áfram og syngja og nú skulum við syngja nummer 331, allt til Jesú gef 331.
Já, allt glaður gef. Guð gefur okkur svo margt. Við þurfum að treysta Guði miklu meira og lesa miklu meira. Nú skulum við taka upp gjafir. Kæri Faðir, viltu blessa þessar gjafir og margvalda þær. Viltu vera með gefundum og vera með starfinu hér, það megi vera þér til dýrðar og blessunar. Við lofum og þakkum þig í Jesú nafni. Amen. Og nú skulum við syngja sálm nr. 210, þú himinn djúpa helga náð. 210. Já, syngjum við bara öll. Já, það þetta svo gott að lofa Guð. Við getum
endalaust lofað hann, himindjúpa helga náð. Núna komið að barnasögu. Krakkar, ekki einhver krakkar hérna? Alessandra, viltu koma og hlusta? Ok. Örvar, þýðir þú yfir á takk? Jæja, ég með smá barnasögu. Now we're going to have a small children's story. Ég síðastliðin 3 skipti sem ég hef verið í sumarbústað hef ég fengið heimsókn. The last couple of times I've been in my summer cabin, I have got some visitors. Og þetta voru svolítið sérstakar heimsóknir. And it was a very special visitors. Það voru fuglar. It was birds that were coming visiting me. Og fyrstu 2 skiptin, The first couple of times, þá voru bara að labba á pallinum og spíkspora. they were just walking around on the porch. Og eins og væri svona sína, hæ, ég hérna. It was like they were showing off, look at me, I'm here. En þegar ég tók úr síman til að taka myndir, But at once I took up the phone to take some pictures, hornir, they just disappeared, bara flugu og burtu. flew away. En núna á þriðjudaginn, But now, on Tuesday, þá kom einn til mín. then one of them came to me. Hann kom svo nálagt. He was so close to me. Ég var í heita pottunum I was in the hot tub, og hann settist á grindverki fyrir ofan heita pottin. and he was sitting on the fence that is above the hot tub. Svo söng hann af öllu lífs- og sálarkröftum. And then he sang this beautiful bird song. Það var svo yndislegt. It was so wonderful. En það var eitt ég fór að hugsa. And then I started thinking, Býtu, hann að syngja? Og hvað? and I was thinking, he is singing, but then what? Hann ekki að opna munnin. He's not opening his Ég beak. gæti ekki sjá hann opna munnin. I couldn't see him open his beak. Hann þandi út brjóstkassan. He was just using his chest. Svo bara gaf hann frá sér hljóð, undursamlegt hljóð. And then he was making this wonderful sound. Og ég ætla að vita hvort ég get ekki græjað það hér og leyft okkur að heyra. And I'm going to see if I got it on my phone, if I can make you hear it. Sjá, veri komi. Sjá, okkur. Settu mikrofon hérna. Stelkur. Hann söng svo fallega og látlaust. And he was continuously making this song. Og svo fór hann. Then he disappeared. En fyrir mér, þá fór ég að hugsa út í þetta. But I started to thinking when I was hearing to this, Hvað var fuglinn að segja mér? what is this bird trying to tell me? Var að segja mér, ekki gleyma að þakka Guði fyrir sköpunarverkið. Maybe he was saying, don't forget to thank the Lord for his creation. Þetta svo undursamlegt. This is so wonderful. Og ekki gleyma heldur að lofa og þakka Guði fyrir hvern dag. And we have to also remember to praise and thank Lord for each and every day. Og byrjum hver dag með bæn og lestri og endum hver dag með bæn og lestri. We should start every single day with prayer and reading, and we should also end every single day with some prayer and reading. Það mun gera okkur daginn miklu, miklu betri. It will make the day so much better for us. Takk fyrir. Thank you very much. Og Jói, gjör svo vel.
Góðan daginn. Good morning, everybody. Þetta í annað sinn sem ég beðin að hafa halda ræðu. This is my second time where I'm asked to be a preacher. Svo ég ekki vanur að predika. So I'm not the most experienced when it comes to preaching. En ég komin inn í söfnin fyrir opinbera bókanámskeið. I came into the church through a seminar from the Revelation. Og svo bók hefur mér verið ofarlega í huga eins og margir sem lesa opinbera eiga erfitt með að skilja hana. The Revelation have been a very important book in the Bible for me, but there are many people who read it who have problems understanding it. En samt segir hún í opinbera bókina, fyrsta kafla, þriðja versi. But still it says in Revelation, first chapter and third verse, Sæll sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim ritað. Því að tíminn í nánd. And it says, in Revelation 1, verse 3, it says, Blessed is he that readeth, and they that hear the word of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Þið sjáuð hér að við eigum að lesa Biblíuna og sérstaklega opinbera bókina, en til að lesa hana, svo að við skiljum hana, þurfum við Biblíu útskýringabækur. But and as you can see, we are encouraged to read the Bible, and especially the book of Revelation. But for us to be able to understand the Revelation, we need some explanation books. Og hér ein af þeim, þetta bækur frá Andrews háskólanum. And here is one of those books that you can use to be able to get help to understand the Revelation. This is a book from the Andrews University. Hana getið fengið niður á skrifstofu Adventista. You can get this book at the office from the Adventist office, administration office. Sko lengi vel hafði ég aðeins eldri útgáfuna af þessum bókum. For a long time I only had the older set of these books. Sem voru mörguleyti mjög góðar, en nýlega voru gefnar út þessar nýju bækur. And those books were pretty good, but now they have reprinted them. Ég hvet ykkur sem geta lesið ensku að fá ykkur þessar bækur. I would encourage you, especially those of you who are able to read English, to get a set of those books. Þið getið fengið hana eins og ég sagði, gegnum skrifstofu Adventista í Suðurhlíð, í Suðurhlíð. You can get hold of them in the office of the Adventist Church, which is in Suðurhlíðarskóli. Það eru 60 prófessorar og biblíufræðimenn sem hafa skrifað þessar bækur. There are 60 doctorates and scholars who have written those books. Og í Biblíunni Anna Pétursbréf. And in the Bible, in the second book of Peter, fyrsta kafla 20-21, first chapters 20 and 21. Vitið það umfram allt að enginn þýðir neitt spádóm breytingarna af sjálfum sér, því að aldrei voru nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum andanum. So 2 Peter, can you repeat the words? 2 Peter chapter? Fyrsti kafli, 20-21. 20 and 21. So there it says in English. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were not moved by the Holy Ghost. Það segir hérna í öðru Tímóteusbréfi. It says here in the 2 Timothy, þriðja kafla, 16-17 vers. 3rd chapter and 16 and 17.
Sérhver ritning innblásin af Guði, nauðsyn til fræðslu og til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúinn og hæfugjörn til sérhvers góðs verks. And it says here, 2 Timothy chapter 3 and verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ég hef einsunni flutt einsunni ræðu áður hérna I have once before preached from this pulpit, og þá var ég að tala söfnuðina 7. and at that time I was talking about the 7 churches. En ef við förum í Fíladelfíu safnaðar But if you go to the Church of Philadelphia, og þessar borgir tákna ákveðið tímabil í kirkjusögunni. and these different churches, they are a symbol of a certain time span in the history. Og Fíladelfíu söfnurinn táknar fyrir árin 1755 til 1844. And the Church of Philadelphia is a symbol of the time period from 1755 to 1844. 1844. Þá var mikil vakning í heiminum. There was a great awakening in the world at that time. William Miller byrjaði að boða fagnareindið William Miller, he was teaching at that time the good news, the gospel. og hann hafði sem sagt lesið spádóminn í Daniel 8. kafla 14. vers. And he had been reading from Daniel 8 and verse 14. Og það segir, og hann sagði við hann 2300 kvöld og morgna og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Daniel chapter 8, var ekki 18, var ekki? Jú. And in Daniel 8:18 it says, if I can just find it, there it is. Therefore will I also deal in fury. Mine eyes shall not spare, neither will I have pity, and though they cry in mine ears with a loud voice, yet will I not hear them. Sorry, that was wrong. I was on Ezekiel. I took that wrong. I'm going to take the right one. I'm sorry. I took the book once. Let's read it again. I'll read the right one, this one. I thought it was wrong because it didn't fit with what he was saying. My bad. So it says, now as he was speaking with me, I was in deep sleep on my face towards the ground, but he touched me and set me upright. Daniel 8, 18. There is some mix-up here. 8, 14. Or 14. I'm reading wrong as it was supposed to be lead number 14. I'm very, very sorry that I'm making this mix-up. Okay, now I get the right verse. All good things are 3. And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Is this the right one? Já. Okay, thank you. Thank you for the overbearing with me. Sko, það var almenn skoðun á þeim tíma að jörðin væri helgidómur. And it was public, or people understood it this way, that the symbol of earth in this prophecy is that it would be the sanctuary. Sko, í Daniel væri, sem til jörðin var helgidómur, hann hafði reiknað það út að Jesú Kristur kæmi í október 1844. And according to his understanding of the prophecy, he thought that Jesus would come back in 1844. En þau misskildu spádóminn. They misunderstood the interpretation of the prophecy. Og þegar spádómurinn segir sem sagt að helgidómurinn væri komin í samt lag, þá héldu að hann myndi koma. When the prophecy says that the sanctuary will have been ready, then they thought that meant that Jesus had come to earth.
En það sem gerðist í raun og veru að Jesú fór úr hinu heilaga yfir í hið allra helgasta. But what actually was happening was that Jesus wandered from the holy place to the most holy place. Þegar hann reis upp til himna, þá fór hann inn í hið heilaga. When he went to heaven, or went from earth, then he went into the holy place. Þar sem skoðanabrauðin, ljósastakan og reykilsaltari var. Where they had the showbread and the candlesticks and those things were in the holy place. En það sem gerðist 1844 var það að Jesú fer inn í hið allra helgasta. But 1844, Jesus went from the holy place to the most holy place. Aðeins æðsti presturinn mátti gera þetta á tíma Móse. At the time of Moses, then it was only the high priest that was allowed to do this. Og Jesú þetta æðsti prestur okkar. And Jesus Christ is our high priest. Og þarna byrjar dómurinn. And at that time, the judgment starts. En allavega, Ópenbarabókin, 10. kapli, Revelation, 10th chapter, 8 til 11. 10th chapter, verse 8 to 11. Og röddin sem ég heyrði að himni, heyrði og aftur talaði við mig, og hún sagði, far og takk opnu bókina úr hendi engilsins sem stendur á hafin og jörðinni. Ég fór til engilsins og bað hann að fá mér litlu bókina. Og hann segir við mig, takk og et hana eins og hún og hún mun verða beisk í kviði þínum, en í munni þínum mun hún verða sæt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hann upp, og í munni mér var hún sæt sem hunang, en ég hafði etið hana, fann ég til beisku í kviði mínum. Þá sagði þeir við mig, enn átt þú að spá marga líði, þjóðir, tungur og konunga. So, from verse 8. And the voice which I heard from heaven, this is Revelation 10, verse 8. And the voice which I heard from heaven spoke into me again and said, go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, give me the little book. And he said unto me, take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, thou must prophesy again before many people and nations and tongues and kings. Það sem gerðist þarna í rauninni, og hugsa ykkur, Biblían og Ópenbarabókin skrifuð fyrir 2000 árum síðan. What was happening there is based on that the Bible was written for about 2000 years ago. En þarna atburður sem gerðist 1844, Guð sá þetta fyrir. But this is a prophecy about something that happened in 1844. Og það sem Jóhannes fann sem sæta í munni var að boðskaparinn var svo góður að Jesú var að koma. And what was so sweet as honey in the mouth of John was that Jesus was coming back. En hann kom ekki. But the fact that he didn't come was bitter. Og þess vegna áttu fólk ennþá eftir að boða sem okkur sem aðventistar, og aðventssöfnur var til fljótlega eftir 1844. And the people of God were still to prophesy and do gospel work. And the Adventist Church came to existence around this time, around the time 1844. Svo það okkar hlutverk sem aðventistar að koma heiminum, færa heiminum fagnaðarerindið. So it is our job as Adventists to bring the good news, the gospel, to the world. Við þurfum að biðja
heilagan anda svo við mættum skilja Biblíuna. We need to pray for the Holy Spirit so that we can understand the Bible and the Word of God. Og það sem við þyrftum að gera á hverju mótni þegar við vöknum, And what we should do every single morning when you wake up lesi Biblíuna. is to read the Bible Áður en við gerum neitt annað. before we do anything else. Og áður en við förum að sofa, And before we go to sleep, lesa Biblíuna. read the Bible. Þetta, ég og kona mín höfum vanið okkur á að gera svona á mótana, sérstaklega virkadaga, My, vakna klukkan 6, me and my wife, we have made it a habit to do this in normal days or during the weekdays, to wake up at 6 o'clock and read a little in the Bible and pray. áður en við byrjum að gera neitt annað. And this we do before we do anything else. Þetta finnst mér hafa blessað okkur. And I think that this have been a great blessing for us. Og ef við förum í Mattheusar Guðspjall 24, And if you go to Matthew chapter 24, þetta 14. versið, verse 14, Matthew chapter 24 and verse 14. og þetta fagnaðarerindið ríkið verður predikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ég mæli sterklega að þið lesið Mattheus 24. I recommend strongly that you read Matthew 24, Því að við þurfum að vera tilbúin áður en Kristur kemur. because we need to be ready before Jesus Christ comes back. Í Laódíku söfnunum, síðasta söfnunum sem greindur af borgunum hana í Ómurabókinni, In the Church of Laodicea, which is the last church that is talked about in the Revelation, það segir einmitt Jesú að fólk hvorki heitt né kalt. there Jesus says that the people will not be warm or cold, Því að fólki var ekki tilbúið. because people weren't ready. Ég gleymdi að gefa textan eða. No problem. Þetta sem sagt þriðji kaflinn. Í hvað Þetta Åpenbaringabókin. þriðji kaflinn Já. og So, frá 18. versi. ekkert mál. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verðir auðugur og hvít klæði til að skýla þér með og eigi komið til ljós vanvirður nektar þinnar og smyrsla smyrja með augu þín til þess að þú verðir sjáandi. So in Revelation chapter 3, verse 18, it says, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and with raiment that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with a salve that thou mayest see. Gullið þarna tákn trúna ískýrt í eldri reynslu sem við verðum fyrir í okkar trúargöngu. The gold is a symbol of our experience with God, and through this experience then it will be cleansed. Og hvítu klæðin tákn réttlætisklæði Jesú Krist. And the white garment is a symbol of the garment of righteousness from Jesus Christ. Og smyrslin tákn heilagan anda. And the anointment is a symbol of the Holy Spirit. Í kafla 25 í Mattheus 25 In the chapter 25 of the Gospel of Matthew, þá einmitt verið að tala þessar meyjarnar 10. then they're talking about the 10 virgins. 5 voru gáðar, þær tóku olíu 5 of them were smart. They brought oil with them. en 5 af þeim voru það ekki. Það tók ekki með olíu á
lampa sína. But 5 of them was the opposite. They were not smart enough to bring oil into the lamps. Og eins var með talenturnar, And the same with the story of the talents. þar fekk einn þjónninn 5 talentur og Then one of the servants got 5 talents. annar fekk 2 Another one got 2. og svo einn sem fekk bara 1 talentur. And then there was this one servant who only got 1 talent. Þessar talentur eru í rauninni hæfileikar okkar. These talents are actually our abilities. Og ef við notum þær ekki í þágu Guðs, And if we do not use them in the service of God, þá erum við eins og þjónninn sem fekk bara 1. then we are just like the servant that only got 1 talent. Hann gróf hann í jörð He digged it down into the earth og faldi hana. and hid it there. Og húsbóndinn, hérna gamla textin, 2:6. og húsbóndinn hann sagði við hann, illi og lati þjónn, þú vissir að ég uppsker það sem ég sáði ekki og safnaði ekki það sem ég stráði ekki. Þú átti því að leggja féð mitt í banka, þá hefði ég fengið það sem vöxtum þegar ég kom heim. And in the Matthew 25, verse 26, it says, His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I soweth not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put the money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Þið munið eftir dæmisögunni sámarinn. Do you remember the story about the sower? Sámaður gekk út og sáði, He went out and he sowed on the field. sumt féll á veginn og fuglar kom og átu það upp. Some of the grain went on the road and the bird came and ate it. Sumir féll milli þyrna Some of it fell among thorns, og það skrælnaði þarna milli þyrnanna and it didn't do very well there between the thorns. og sumt féll á milli steina And some of it fell between stones og hafði ekki rætur og skrælnaði. and did not have roots and died. En sumt féll í góða jörð But some of it fell in good soil. og hann segir að þeir fengu 30-faldan, 60-faldan og 90-faldan ávöxt. And they had 30-fold, 60-fold and 90-fold of what they originally sowed. Sko það margir sem kynnast aðvent boðskapnum og There- fagnarerindinu There are many who get to know the Adventist message and the gospel and the good news. en því miður það eru heimurinn trekkir þá But unfortunately, the world is calling on them. og því miður þar eins og ég var að hlusta á Doc Batchelor sem predikari adventista í Bandaríkjunum And I was one of the other nights here listening to Doug Batchelor, which is a Adventist preacher out in the world. og hann sagði sko að hverjum 10 mann sem gengur í kirkjuna ganga 4 út. Of every 10 people who come into the church, 4 of them will leave the church again. Þetta mjög alvarleg staða sem við adventistar erum í. And this is a very serious situation that we as Adventists are in. Og ef ég segi eins og að ég hef áhyggjur af söfnunum, ekki bara hér á landi, heldur út allan heim. And if I'm supposed to be frank, then I am really worried about the Adventist church, not only here in Iceland, but in the world in general. Og ég nýhættur að vinna, ég hætti í desember, I stopped working in December, went Oh. off with pension, og í janúar þá ákvaði ég að nota tækifærið, það fullt af miðum hérna inn í geymslu hjá okkur með svona aðvent boðskap. and in January I decided to use this opportunity because we have a lot of pamphlets in the storage here. Af því ég hafði lesið í bók Ellen White, Cole Porter Ministry heitir hún, I had read in one of the books of Ellen G. White, which is called the Cole Porter Ministry. hún fékk draum sem hún sagði manni sínum það að það ætti að búa til miða svona eins og svipa á þessa og dreifa þeim út allt eins og lauf að hausti. That some pamphlets should be made and they should be
spread around as leaf is in the fall. En því miður, ég reyndi þetta og hafði bara ekki mikinn árangur. But unfortunately, I tried this, but it didn't have much good results. En hún sagði líka að á síðustu tímum verður mjög erfitt að boða fagnaðarerindi í borgum. But she also said that at the last times of this world, then it is going to be very, very difficult to spread the gospel in the cities. En Jesús sagði í Mattheus að við ættum að fara út allar heim og gera allar menn að lærisveinum. But Jesus says in Matthew that we should go to all the world and make everybody disciples. Og það var það sem ég að brenn fyrir að gera, en því miður, það bara, mér gengur ekki vel. And this, I have this burning longing in my heart to do exactly this, but unfortunately it's not going very well. En enga síður þá hérna úr því þetta tókst ekki, þá ákvað ég bara að prófa að fara yfir, nota þessa kommentari bækur og þýða eitthvað þessum köflum yfir á íslensku fyrir þá sem ekki skilja ensku. So I decided that I should try to go over these books that help us understand the Revelation, yeah. And I tried to translate it from English to Icelandic so that the people of Iceland who are not very fluent in English can have use of it. Og 12 fyrstu kaflarnir segir frá and the first 12 chapters það sem liðið. Is about what have passed already. En með 13. kaflanum þá byrjar það sem á eftir að gerast. But in the chapter 13 then we will see what is about to happen. Og það alvarlegi tímar framöndan. And we have some serious time ahead of us. Og við getum aðeins gert það með því að lesa Biblíuna, biðja nærveru heilags anda. And we can only do this if we read in the Bible and ask for the presence of the Holy Spirit to be with us. Þegar Jesús segist vera að banka á dyrnar, when Jesus says, I'm knocking on the door, þá hann að meina við þurfum að opna hurðina fyrir heilugum anda og áhrifum hans. He is saying we need to open up our hearts so that the Holy Spirit can be a part of our lives. Við verðum að gæta okkar á því að fólk segir alls konar hluti og reynir að telja okkur trú að þetta sé sannleikurinn eða hinn. We meet all kind of people who are trying to convince us that this is the truth or that is the truth or that or the other thing is the truth. En Biblían á að vera dómur yfir öllu því sem sagt og gert But the Bible should be the judge over all things that have been said and will be said and will be proclaimed. Ef við förum í annað Jóhannesarbréf, If you go to 2 John, sorry, the second letter of John, þetta eitt kapli bara, it's just one chapter in that book, so it's easy. vers 5 og 6. Verse 5 and 6. Við skulum elska hver annan og í þessu birtist elskan að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta boðorðið eins og þér heyrðu það frá upphafi til þess að þér getur lifa í því. Ég byrjaði ekki alveg að reikna á byrjuninni á því. Hvað byrjaði að lesa? Þetta vers 5. But that which we had from the beginning, that we love one another, and this is love that we walk after his commandments. This is the commandment that as ye have heard from the beginning, ye should walk in it. Okay. Í Ópenbarbókinni 1. kapli og 5. vers. In Revelation, the first chapter and verse 5. Og frá Jesú Kristi sem votturinn trúi, frumburður dauðra, höfðingi yfir konungum jarðarinnar. Hann elskar oss og leysti oss frá syndum vorum með blóði sínum. And
from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. Svo í 7. versinu, So in the 7th verse, sjá hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá hann. behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him. Þannig að, ég sé að tíminn er verða búinn, þannig að ég hleyp nú aðeins yfir þetta. The time is running fast, so I need to summary this up pretty quickly. En hérna í Markús, In the Gospel of Mark, 13. kapli, ég er ekki viss ég hafi látið að hafa það. ekki mál, Þetta er 13. versið. 13. kapli, 13. vers. Já. Mark 13 and verse 13. En þér muni hata þér á öllum vegna nafns míns, en sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpinn verða. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Og í Rómarbraufinni, 1. kapla, 17. versi, And in Romans, the 1st chapter and 17 verse, áður en ég lesa þetta vers, þá langar mig að segja hérna að Martin Luther, sem gerðist Ágústínusar munkur, before I read this chapter, I would like to tell you about Martin Luther, who became an Augustinian monk. að hann trúði eins og margir því miður í hjá kaþólikum að þú þarft að ávinna þér trú, ávinna, þú þarft að gera eitthvað. He believed, like many people did at that time, that you need to deserve the faith. En þegar hann sá þetta vers, But when he saw this verse, og nú ætlum ég að lesa það, því að réttlæti Guðs opinberast því fyrir trú til trúar, eins og ritað er, hinn réttlæti minn lifa fyrir trú. for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, they just shall live by faith. This is what he learned and started preaching and changed his view, the Martin Luther. Ef við förum í Jesaja, If you go to the prophet Isaiah, þetta er 8. kaplinn this is the 8th chapter og 20. versið. and 20th verse. Sko, ég ætla aðeins að lesa 19. versið svo þið skiljið samhengið. I'm going to start in the verse 19 so that you can understand the context. Ef þeir segja við yður, leitið til andasæringa manna og spásagna manna sem kvískar og umla. Á ekki fólk að leita til frétta hjá Guði sínum og leita til hinna dauðu vegna hinna lifandi. Þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, það var engan morgunóða. So it says from verse 19, and when they shall say unto you, seek unto them that have familiar spirit, and unto wizards that peep, and that mutter, should not a people seek unto their God, for the living to the dead, to the law and to the testimony? If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kenningin er Gamla testamentið og vitnisburðin er þetta Nýja testamentið. The teachings comes from the Old Testament, but the testimonies come from the New Testament. Það er þetta vitnisburði Jesú Krist. And this testimony is the testimony of Jesus Christ. Ég hvet ykkur sískinni I will encourage you, brothers and sisters, að þið lesið Biblíuna gaumgæfilega. that you read the Bible thoroughly. Fáið ykkur svona kommentari bækur eða eitthvað að þið skiljið ekki það sem Biblían er að segja. Get yourself some Bible commentaries if you have problems understanding, Því að þær fræða mann opáðslega. because there is a lot of information and knowledge in those books. Og hérna getið þið fengið fræðslu um hvað er hollast fyrir ykkur að borða, In the Bible, you can find knowledge about what is good to eat, og allt mögulega hluti sem getur leiðbeint ykkur í eitthvað lífi. and all kind of practical information that can guide you through your life.
Mér langar að segja aðeins frá, hérna, ef þið sko sjáuð í 3. Mósebók 11. kafla, já. If you read in the Bible, in Iceland we talk 1st, 2nd, and 3rd, and 4th Mosebok, but in the Bible it is called Leviticus. Þetta 11. kablinn. So if you go to Leviticus, the 11th chapter, þar lýsing á því hvað má borða. there you can have a description of what is good for us to eat. Eins og til dæmis með fiska, hvernig þeir eiga að vera þegar þú þarft að borða á. Let's say that you want to eat fish. How should they look like? What kind of fish can we eat? Ég hlusta á ræði með Doug Batchelor, mitt þetta, og hann sagði að bandaríski sjóherinn. I read a book. He didn't read the book. He was listening to a sermon by Doug Batchelor the other day, and he said he told that the American navies. Þeir fóru að leita að upplýsingum fyrir ef menn þeirra lendi í sjávarháska. They tried to find some information about if one of their sailors or if some sailors had problems at sea. Hvað þeir mættu borða. What could they eat from the ocean? Og þeir eruðu sammála Biblíunni. And they could agree with the Bible. Ef þú hefur fiskarnir hefur sundök á hrestur, þá máttu borða á. If the fish had this kind of shells and scales and fins, sorry. Sko, þannig getur Biblían leiðbeint okkur hvað best fyrir okkur. And this way, the Bible can guide us in what is best for us. Og til dæmis, svo í Póstulsögunni, þá ég held að sé í Póstulsögunni að Pétur talar frekar en Páll, að við eigum að huglega það sem gott And in the Act of the Apostle, I think it's Peter more than Paul, he is talking about we should dwell on those things that are good. Við veitum að það margt rusl á netinu og við þurfum að gæta okkar og gæta huga okkar á hvað við horfum. On the internet, there's a lot of garbage, and we have to guard our minds on what we seek out there and what we watch on the internet. Ég vona að þið hafið haft gagn af þessari ræðu og vona að þið hugsið það að lesa Biblíuna. I hope that what I have been preaching about today can be useful for you and that you will be encouraged to read the Bible. Amen. Amen. Kannski bara við blessum aðeins. Okay. Takk. Já, takk fyrir þetta. Þetta svo satt. Við skulum ljúka með að syngja sálminn með 362. Dýrmæta vissa, einn Guðs ég Þið megi standa þið viljið.
Ég ætla að lesa hérna blessunarorðin í 4. Mósebók. We can read together the word of blessing that we can find in Numbers chapter 6 and verse 22. Drottinn talaði við Móse og sagði, mæl þú við Aron og sona hans og seg, með þessum orðum skuli þér blessa Ísraels menn. Drottinn blessi þig og varviti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto Aaron and unto his sons, saying on this wise, Ye shall bless the children of Israel, saying unto them, The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. Amen.